Mikilvægasti knattspyrnuleikur ársins í Sandgerði fer jafnan fram á Sandgerðisdögum. Ekki að ræða leiki á Reynismönnum, heldur eru það hverfin sem etja kappi. Keppni milli bæjarhluta í fótbolta á árum áður þótti stór viðburður og æfðu menn á grasblettum allan bæ, þar sem grasrót framtíðar Reynismanna varð til. Stofnuð voru hverfalið í Sandgerði á sínum tíma. Í Norðurbæ var það Vír fútbolklöpp sem réð ríkjum, en Elding United hélt merkjum Suðurbæjar á lofti. Myndirnar sem hér lifa undir eru úr vítaspyrnukeppni sem haldin var fyrir stórleik bæjarhlutanna. Glæsileg tilþrif í markinu. En snúum okkur nú að stórleiknum sjálfum. Gamlir refir úr boltanum létu ekki smá rigningarúða á sig fá á Sandgerðisdögum að þessu sinni þegar framfór hinn allræmdi slagur milli norður- og suðurhluta Sandgerðisbæjar í fótbolta. Það fór lítið fyrir hraðanum í leiknum í elsta aldursflokknum, en reynslan skein af hverju andliti eins og sjá má á þessum myndum. Forna keppnisskapið var ennþá til staðar, þó svo að allir hafi verið léttir og kátir í leikslok. Sjónvarp Víkurhetta ræddi við þá Pétur Brynjarsson úr sigurliði Suðurbæjar og Jón Örvar Arason markvörð Norðurbæinga sem þurfti þrívegis að sækja knöttinn í eigið mark. Hvað segirðu, það er alltaf að vera erfitt að tapa? Það er hundraðið að tapa, en þetta skilur bara svo sjaldan hjá okkur í Norðurbænum að tapa leika. Það kom fyrir núna. Hvernig er þessi rígur? Þetta er ennþá sami hitinn í eins og í gamla daga? Já, það er bara rétt í þessi 2 tíma hérna á Sandgerðisdögum, svo er það búið. En það er rígur, það á meðan því stendur, já. Fyrir þá sem ekki þekkja hérna til bæjarins, af hverju er þessi rígur á milli þessar bæjarhluta? Það var bara hérna í gamla daga, þá var spilað bara í svona hverfafótbolta. Í Norðurbænum og svo var eitt í Suðurbænum, sko. Og það var spilað frá móti til kvölds alveg, flest alla daga. Hvað segir Pétur, er þessi rígur ennþá til staðar eins og var í gamla daga? Já, hann er ekki minni í dag heldur en í gamla daga. Menn eru bara geta orðið minna svona líkamlega, en meira bara þess vegna meira yfirlýsingaglaðari og grimmari í munnunum. Er alltaf gaman að sprikla aðeins með strákunum? Já, alltaf gaman. Alveg yndislegt. Og hvor bæjarhlutin var nú betri hérna í gamla daga og er betri þá núna? Sko, Suðurbærin hefur alltaf verið miklu betri. Sko, það bara fættust og ólust upp betri knattspyrnumenn þar. Norðurbærin er svona að reyna að hanga í okkur, en það hefur bara ekki tekist. Hvernig fannst þessi leikur hérna í dag? Hvernig spilaðist þetta? Við förum svolítið í taktikinn aðeins. Þeir náttúrulega svinduðu í hálfleik eins og venjulega. Þeir settu inn unga stráka eins og við sáuð. Við vorum yfir í hálfleik en svo settu við sprækustrákana. En jú, þeir unnu sanngjarnt. Af hverju er Suðurbærinn svona betri? Það er bara eitthvað í vatninu þar. Þið höfðu allavega núna erfiður leikur, menn svona finna aðeins fyrir þessu? Nei, það var bara létt. Við áttum að vinna þetta stærra.